Já, núna 21. apríl þá voru 5 ár síðan að Kiddi minn hvarf héðan og alltaf þegar fyrir að líða apríl þá fæ ég svo mikinn kökk og ég kvíða hnút og mér kvíði svo fyrir þessum degi 21. apríl. Þegar sorgin einhvern veginn hellist að krafti yfir, þannig að sorgin var einhvern veginn svona umfjöllunarefni mitt í dag. Að flest okkur þekkja það að missa ástvin eða kæran vin. Sorgin tilfinning sem við þekkjum öll. Við getum orðið sorgmætt af ýmsum ástæðum. Við syrgjum þegar einhver nákomur okkar deyr. Sorgin þáttur í sóknuð okkar og aðlögun að nýju lífi. Þó sorg sé eðlilegt ferli hún eina erfiðustu tilfinningun sem við finnum fyrir. Við eigum að leyfa okkur að syrgja því eins og segir í Biblíunni að gráta hefur sinn tíma. Og í Predikaranum 3. kafla 1-4 segir: Öllu afmörkuð stund og sérhver hlutir undir himnunum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa það upp sem gróðursett hefur sinn tíma. Að deyja hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að kveina hefur sinn tíma og dansa hefur sinn tíma. Í hvert skipti sem okkar langar til að gráta, þá eigum við að láta það eftir okkur. Að reyna að halda aftur á tárunum hvort sem gagnslaust og okkur líður líka betur á eftir. Að syrgja auðvitað allir á sinn hátt. Þótt þú beri sorgin ekki utan á þér, þýðir það ekki að þú sért að bæla hana niður, tilfinninguna að syrgja. Eða þú ættir að syrgja á annan hátt. Einangraðu þau ekki. Tökum á móti gestum sem kom í heimsókn til að votta samúð og segjum nánum vinum okkar hvernig okkur líður. Ef einhver særir með orðum sínum, höldum við ró okkar. Sumir segja kannski: Þetta var fyrir bestu. Sumar athugasemdir sem eiga að hugga geta haft þverög áhrif. Láttu orð annara ekki draga þig niður. Fylgdu heldur ráði Biblíunnar og gefðu ekki gaum að öllum þeim orðum sem töluð eru. Og í Predikaranum 9. kafla 5. versi segir: Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Þarna kemur fram að henni dánu þjást ekki. Það eitt getur huggað og róað okkur. Biblían kennir líka henni dánu verða reistur upp til lífs á ný. Og þá von hef ég til Guðs sem þeir og sjálfir hafa að uppmunu rísa bæði réttlátur og ranglátir, segir í Postulasögun 24:15. Það því gott að geta hugsað látna vini sína eins og þessi í löngu ferðalagi ef þeir sofi góðum nætursvefni. Hinir miklu menn Biblíunnar syrgðu líka ástvini sína eins og Abraham og Jakob. Fyrir nálega 4000 árum þegar Sara kona Abrahams dó, harmaði Abraham Söru og grét. Þessi þjónn Guðs létu í ljós djúpar tilfinningar sínar yfir missi, heitt elskaðar og tryggrar eiginkonu sinnar. Þótt hann væri hugrakkur og framtakssamur, skammaðist hann sín ekki fyrir að tjá sorg sína með tárum. Þetta segir í Mósebók 23. kafla 2. vers. Og Sara dó í Kirjat Arba, það Hebron í Kananslandi, og Abraham fór til að harma Söru og gráta hana. Eins var því farið með Jakob.
Hann brást við þegar honum var talin trúum að villidýr hafi drepið Jósef, son hans. Við lesum það í 1. Mósebók 37. kafla 34-35. Þá reif Jakob klæði sín og lagði hærusekk lendar sínar og harmaði son sinn í langan tíma. Og allir synir hans og allar dætur hans leituðust við að hugga hann, en hann vildi ekki huggast, láta og sagði, með harmi mun ég niður stíga til sona míns til heljar, og faðir hans grét hann. Já, það mannlegt og eðlilegt að sýna harm sinn þegar ástvinu deyr og þá ekki að fara með það í felur. Okkur finnst kannski að miða við nútíma venjur eða staðbundna siði þá hafi viðbrögð Jakobs verið ýkt og öfgakennd, en hann var barn síns tíma og siðminningar. En þetta í fyrsta skipti sem Biblía nefnir þann sið að klæðast hærusekk, eins og hann gerði til að tjá sorg sína. En eins og lýst í hebresku ritningum tjáðu menn sorg sína líka með kveinstöfum, með því að yrkja harmaljóð og með því að sitja í ösku. Ljóst að Hebrar voru ófeimnir yfir að láta sorg sína opinskátt í ljós. Og í Esekíel 27. kafla 30-32 segir, og þeir munu æpa hástöfum yfir þér og hljóða sáran og ausa mold yfir höfðu sér, velta sér í ösku. Þeir munu raka á sér skalla, þín vegna, og girðast hærusekk og gráta yfir þér, kvíðafullir í sárri hryggð. Og Amos 8. kafla 10. vers segir, ég vil snúa hátíðum yðar í sorg og öllum ljóðum yðar í harmakvæði. Klæða mig að mér sorgabúningi og gjöra öll höfuð sköllótt. Ég læt það verða eins og sorg eftir engason og endalög þess sem beiskan dag. Þegar Lasarus dó, syrðu systir hans þar Marta og María, hans grátandi. Hvernig brást Jesú við hann kom á vettvang? Frásögn Jóhannesar segir, María kom þangað sem Jesú var og hún sá hann, féll hún honum til fóta og sagði við hann, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki látinn. Og þegar Jesú sá hann að gráta og gyðingarna gráta sem með henni voru, komst það við í anda og var hrærður mjög og sagði, hvar hafið þið lagt hann? Og þeir sögðu, Herra, kom þú og sjá. Þá grét Jesú. Það segir í Jóhannessin 11. kafla 32-35. Þá grét Jesú. Þessi fá orð segja mikið manngæsku hans og meðöngun og tilfinninganæmi. Jafnvel þótt Jesú væri fullkunnugt upprissu vonina, þá grét hann. Og Jóhannes 11:36 segir síðan frá ummælum áhorfenda. Sjáu hvers hann hefur elskað. Ef Jesú sem var fullkominn gréti við missi vina sinna, engin skömm að því að karl eða kona nú að dögum syrgja og gráta ástunni sína. Sorg endist ekki til eilífar, Guð mun lækna syrgjendur, eins og segir í sálmi 30. sálmi 7. versi, að kveldi gistir og skrátur en gleðisöngur að morgni. Og í 47. sálmi 3. versi, hann læknar þá hafa sundukram í hjarta og bindur endi á benjar þess. Jesú hefur lofað okkur huggara, eins og segir í Jóhannesi 14:16. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu. Hann lofar okkur frið, eins og segir í Jóhannesinu 14:27. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Og vonin upprissu frá dauða huggar syrgjendur. Eins og segir í 1. Þessalóníkubréfi 4. kafla 13-17. Ekki viljum við, bræður, láta yður vera ókunnugt
þá sem sofnaðir eru, til þess að þeir séu ekki hryggir eins og hinnir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður og það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins mun alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfur drottin mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engins raust og með básonu Guðs og þeir sem dánir í trú á Kristi munu fyrst upp rísa. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Það eitt víst að meðan við lifum, þá ber sorgin að dyrum okkar. Við missum ástvinni. Þá gott að vita að við eigum von og vissu huggun, friðarhöfðingjan sem vakir yfir okkur og við eigum von að þegar við hverfum héðan að þessari jörð, þá syrgja ástvinnur okkar okkur. Sorgin fer ekki meðan við erum hér á þessari jörð. En við eigum vonum heimkomu til föðurs okkar, þar sem við munum hitta ástvin okkar sem eru undangengnir. Við getum þrátt fyrir allt, hlakka til. Það verða gleði dagar, hamingjudagar alla eilíð. Takk fyrir.